Never stops. Það alveg ótrúlegt búin að hlusta á þetta lag núna fyrir hvern einasta þátt í 4,5 ár og þetta lag kemur mér ennþá í gýrin. Kickstart my heart með Mötley Crüe, vonandi eru þið í gýr, kæru hlustendur. Auðun Blöndal heiti ég og er umsjónarmaður þáttarins FM 95 Blöð sem eru hafið göngu sína núna, verður frá 4 til 6. Beint á móti mér sitja oftast þeir Steindi Junior og Egill Einarsson. En Steindi Junior er ennþá í tökum á Getto betur. Hann og Kalli Bjarni og Hlín Einars séu ekki einhvers staðar í hlíðunum og ég veit ekki hvað það er að gera. Ég ætla ekkert út í það, en Egill er á sínum stað. Ég ætla að byrja á þér, Egill, hvernig ertu? Ég held ég hafa bara aldrei verið betri en því. Það er gott að heyra, mikið ofboðslega gott að heyra. Þú ert í Hlíraból? Já, menn svo heitt, það er líka heitt inni og það er heitt úti. Já, það er búið gott veður, maður. Þú spáði mikið í veðri. Er komið sumar, Egill? Já. Sko, sumardagurinn fyrsti er eftir 6 daga. Já, hann er að dettinn. Hann er 50 daginn næsta. Já. En það er samt... Síðustu dagar er búin að vera æðislegir. Já, bara... Er það ekki bara ástæðan fyrir að maður er í svona góðu skapi? Jú, ég menna, þú veist, pluss líka að ég byrjaði daginn og fari í klippingu og það er ekkert að byrja daginn betur en það, sko. Nei, þekki það ekki, en til hamingju með það. Við hliðum á Agli átt að sitja Logi Bergman eða Luigi Bergman, en það kom eitthvað upp á í honum, hann kannslega á okkur á síðustu stundu, en í hans stað er hann mættur kleinuringur Rikki G, verður velkominn. Donald boy. Donald. Takk fyrir það, maður. Hvernig ertu? Ríkalega góður. Og takk kærlega fyrir að hlaupa hérna í skarðin. Já, við höfum aldrei verið 3 saman. Nei, skrítið líka að hafa. Takk fyrir fyrirvara líka. Ég var að fara heim, sko. Rikki, þú bara græði þetta. Já, Rikki, þú ert svo vanur útastmaður, þú getur hlaupið í skarð á síðustu stundu. Já. Skrítið að hafa Donald boy við hliðin á mér. Það ætla að kalla mig þetta ándjós og sérstaklega í þessum fötum sem þú ert í. Rungbuxum og þessum ógeðslega hlýraból. Já, oftast er að Rikki G með þér, þá var hann hérna í mínu sæti því að ég er í frí. Og nú er hann hliðin á mér, sem er mjög weird. Já, þetta er mjög frulegt. Nei, ég ætla að hafa gaman að þessu. Já, við erum með, fantan fína þáttandekur í dag. Við ætlum að koma ykkur í gýrin fyrir helgina. Við erum með kortmyndur frekar hér á eftir. Ég er með nokkrar spurningar á Rikkan. Við ætlum aðeins að kynnast Rikka betur. Svo, hvað stendur þetta? Ég ætla að kynnast Spurt og svara þetta. Nei, herðu. Já, sérst, fólk var að neglin spurningum. Já, ok. Bara dælast inn leið og spurt og svara, hefur ekki verið í hálft ár. Leið og fréttist að Richard var með. Hvað, 3 mínútur í 4? Hvað, hrönnuðust þeir spurningar þá? Já, og meili hefur ekki stoppað. Ég er ekki að regina, sko. En býttu, það var hvergi búið að tilkynna Rikki væri. En þetta spyrjist ekki út. Já, ok, spyrst út. Og hann hefur hliðin á mér í dag, svo mjög sérstætt. Mjög spes. Var það búið að spyrjast út líka? Já, ég er svona... Ég er að setja þetta mynd inn á snappið og sér fólk að það er við hliðin á mér. Þetta er mjög skemmtilegt. Annars er ég mjög léttur, ég get ekki verið betri. Við ætlum að hendi tengingu í dag líka. Já, tengingu. Gerum það svona, við höfum ekki gert það oft, en við erum með skemmtilega nöfn núna. Við erum búin að koma með skemmtilega hugmyndir og ætlum að hendi þær hér á eftir. Svo erum við með, við ætlum að taka karaoke, við ætlum að vera með þema í karaokeinu, það er Roxette. Og það hefur ekki verið lengi. Og Rikki, hvernig söngvar ert þú? Kanntu að syngja það? Þú veist alveg hvernig söngvar er, þú settir þetta bara mér til höfuðs. Ég hef aldrei heyrt þig syngja. Er kannski ástæði fyrir því? Það er mjög góð ástæði fyrir því. Þetta getur verið mjög vond. Það þarf ekki að heyra Rikka syngja til að vita að það sé hræðilegur söngvar, sko. Nú, hvernig þá? Nei, bara að sést bara á þér, ég er ekki hræðilegur, sko. Þú ert ekki með svona söngvara looki, sko? Nei, alls ekki, mjög langt frá þig. Útskýrða, er ég ekki með söngvara looki? Dökkarður, dökk augu. Þú ert íþróttafréttamaður, Richard. Já, maður horfir á þau, maður hugsar, þessi gæti lýst góðum fótboltaleik, hann getur ekki sungið. Ekki fræðilegur. Fyrsta sem maður hugsar. Eina sem maður hugsar, þetta er Luigi átt að vera með, en Rikki kom með. Þeir eru basically með líkir, sant? Nema Rikki er bara 50 cm larri. Já, og aðeins þetta, sko, ef að Logi Bergman og Rikki G stæðu hlið við hlið, þá var eins og tölvustafurinn 10, sko. Logi er svona hár og grannur og Rikki svona aðeins minni og 0. Nei, hann er ekkert ó. 0 er miklu grennra heldur en ó. Er þetta 0? Ó er bara, og það er skárra, það er ekki jafn þykkt. Er þetta ekki gott ó bara? Nei, ég er ekki gott ó. En hvernig, Rikki, það er eitt sem hefur aldrei komið hérna í útvarpinu því að þeir spiluðu í síðustu viku sem að fóru víða og það sem að sporthúsi var að rekja fyrir ásatíða sér og þú hérstu að vera að lýsa fyrir Sky. Já, ég held það. Já, þetta fór út allt hérna á Vísi og mér langaði bara að byrja þáttinn á að spyrja þig því að þú ert nú ekki auðtrúa maður. Alls ekki. Hvernig gastu haldið það að ekki það, nú er ég ekkert að gera lítið úr þér sem lýsanda og þetta fór pínu væral hérna þegar Welbeck skoraði. Akkurat. Já.
Hvernig náður að plata þig að þú heldur og væri bara að fara að vinna hjá Sky? Basically það var ekki að ég var að fara að vinna, ég var að fara að vinna fyrir eitt verkefni. Já, ok. Og sko, hugmyndi var þannig að það hringir í mig erlent númer og á línunni heyrist bara í mjög breskum, bara svona tignarlegum gæja sem gæti bara verið yfirmaður hjá Sky. Og hins vegar runna á mig 2 grímur þegar hann var að beða að lýsa eitthvað eins og gefa mér sér eitthvað dæmi, fannst eitthvað skrítið við þetta en ég gerði það samt. Þannig ég ákvað að senda honum SMS, bara, þú veist, bara þetta sé ekki kjafta eftir til að senda með tölvupost, bara svona að þú sért að vinna hjá Sky bara upp á staðfestingu. Og já, bara græði eftir 20 mínútur, þá bara lét Sporthúsið græði eitthvað falskan Sky-reikning, þá bara john.thomson@skymeeting.com og ég held bara ég væri að fara að fá giggið og það vita ekkert allir. Ég tók mig frí eftir hádegi í vinnunni eftir hádegi á föstudeginu því ég fór í seinni áheyrnarpröfuna. Því varstu undirbúa? Já, bara undirbúa mig. Þú varst það einbettur og tókst í frí eftir hádegi. Ég fór sko. Líka þegar ég kom í vinnun á föstudegi, þá vissi ég af þessum hrekk, sko, að það var að hlýbrasti. Og þú varst að skrifa allt og ég bara, hvað er þetta að gera? Ég átti þessu erfitt með mig, þú bara, hvað er þetta að gera? Kallið nú bara kannski að skrifa hérna fyrir Sky. Ég bara, og ég var svo tæpur á að hlæja. En það sem að hlustendur vitir líka ekki og mér fannst svo æðislegt, er að þú varst hérna búin að hóa saman fjölskylduna heim í mat og tilkynna og það verið að fatta. Basically var bara búið að segja um því Símon ég var búin að landa gigginu og ætlaði að fagna mat í fjölskyldu. Já, ég bara bauð þetta mér mat. Ég grillaði heima fyrir liðið og hérna ég fór hann inn í þvottahús í seinna skipti, ég lýsti Gylfa á þessu og mér hefur sennilega aldrei liðið jafnastanlega á ævinni þegar þetta var komið síðan í ljós ásatíðinni. Þú verður að hefna þinn. Já, engar áhyggjur öðru. Þetta verður, en ég fekk kaldan svita og mér er búin að líða pínu. Já, þið var að pakka saman. Já, pakka saman. Þú er lífi í dag. Já, fyrir ykkur sem að vilja hlusta á þennan rekk þá er hann inn á Vísir. Þið skrifið bara Rikki G að lýsa fyrir Sky í leitarvélina og trúið mér, þetta er yndislegt. Hér eftir smá stund fyrir við í kortmyndur frekar og ég er með slúðurandastrákunum. En við skulum byrja þetta á lagi sem að er, já, skemmtilegt. Þetta eru Coldplay og ég held að Beyoncé Knowles eða Bouncy Knowles eins og hún kallar sig, sem er með þarna. The Hand for the Weekend fyrir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komin tími á slúður hérna hjá okkur drengjónum og ég ætla að byrja slúðurinn á Keith Richards. Hann hefur nú ekki verið oft í slúður baka FM 95 blöð en já, hann var að segja núna í viðtali að hann áða til að klæðast fötum eiginkonunnar og það er nú kannski ekki það sem að sjokkara mig að hann skulle verið í fötum á konunni, það er meira bara að hann skulle eiga eiginkonu. Og mikið óbóðslega lítur það að vera skilningsrík kona því að hann gerir ekki annað, er hann kannski búinn að slaka á viskíinu og heroin? Það lítur ekki sérstaklega vel út á þessum myndum sem Egill með þarna fyrir Já, samt sko, hann er alltaf hvernig er hann fæddur, þú veist það er bara, það er ótrúlegt að maður sé ennþá á lífi hann lítur út eins og múmía Já, og sko en við hvað þessi gaurinn náttúrulega legend sko kemur fram hvað hann giftur lengi eða? Nei, ég var einmitt að reyna að googla það eitthvað en hann er giftur en hann er að skottast í þreng af konunni heima Nei, þetta er svona meira þegar hann að spila á tónleikum og svona þá er hann í skýrtum aðinni og pilsum og eitthvað svona rugli sko ekkert inn þrenga Það er helviti langt síðan að Keith Richards var eitthvað svona tísku íkon held ég sko en sveppi dýrkar hennar mann og áreindar ógeðslega flott plakat á hann þar sem hann er með sígarettu og heldur á Jack Daniels og í ból sem stendur á Who the fuck is Mick Jagger það er plakat sem ég langar alveg eiga sko Hann er 72 ára 72 ára Þá alveg glerharður sko Já, og ennþá bara rocka með Rolling Stones Og ert búin að lifa þennan lífstíl Alltaf að skiptum blóðið í honum og þú veist, og góður 72 það er ótrúlegt Þú veist, þetta er nú 3 líka sko Já, ég var alveg tekið gegliðið sko tók 3 mánuðir mestuðsklöp sko Fyrsta lagi og hann er búin að taka þetta í mörg ár sko Að gegliðið þitt við hliðin á Keith Richards í Rolling Stones er bara eins mikið ökli og eira og hægt að vera sko Þetta er nákvæmlega sami skíturinn sko Nei, Rolling Stones er ekki einhver íþróttós á Blönduósi sko Þeir eru búin að ferðast allan heim og hann er búin að vera að skipta blóðið í sér út af eitulyfjanótkun meðan þú fékkst einhverja 3 brísera í rútu með Valla sportalegin til Akranes eða eitthvað Það tekur samt á að þú voru Mercedes-rútinu og keyra til Akureyrar og síðan þetta fara kannski á krókinn og síðan leigist Voru þeir með Mercedes-rútu? Voru þið ekki bara í einhverjum van? Þetta má koma fyrir Valla sport síðan voru við 5 Var hann að túra með ykkur eða? Akkur er ég að segja túra Hann er alveg umbóðsmaður Hann keyrði Mercedes-rútuna sko Valli Allavega Keith Richards, við erum ekki að fara hérna í slúðurum Mercedes Club sem að liði, hvað var þetta í 3 mánuði?
Já, svo 3-4 mánuði. Já. Mjög góðir mánuðir samt. Mjög góðir mánuðir. Það verið að eignast börn í Hollywood núna og það eru ágætis hjón og pör sem að eignast börn því að Eva Mendes og Ryan Gosling, þau að vona á barni og þar ágætlega myndalegt fólk á ferð. Þau eiga vona á barni, það bara þannig. Já, getur einhvern veginn ekki klikkað þar sko. Ég veit ekki, þarna þau gátu ekki fundið svona betri maka því að hvorut að spila upp fyrir sig sem ótrúlegt, eða sem að taka niður fyrir sig sem ótrúlegt því að þetta eiginlega bara myndalegasta fólki í heiminast í sko. Já, svona, þú veist, það eru kannski 2-3 gæðar meira sexy en Ryan Gosling í heiminum. Hverjir? Matthew McConaughey til dæmis. Nei, aldrei, hann ekki með saman sveg. Svo reyndar eitt sem slefa nú í hann og það Ryan Reynolds og hann á einmitt vona barni með Blake Lively sem líka alveg einstaklega falleg. Þannig að þessi pör eiga vona barni. En ég ertu með eitthvað meira slúðra? Ég með eitthvað laumin einu, þú búinn. Já, ég líka. Þú líka? Frábært. Ég ætlaði líka að segja ykkur að Khloe Kardashian, hún hyggst loksins sækja skilnað. Ég held að það var nú löngu dottið inn eftir að maðurinn að dó á hóruhúsi en svona þetta. En hinn hætt með Scott? Það alltaf eitthvað on og off. Khloe var með Lemar eða ekki? Já, Lamar Odom. Lemar. Sko, máli að ég verðum smá punkturinn, smá update með Miley og Liam. Það smá update. Þetta það mikið, það stórt shit. Hann var í viðtali núna 31. mars með Australia TV Week sem eitthvað þáttur þar, mjög vinsæll. Þar segir hann orðrétt I am not engaged, no. Okay. Allir, þeir hefur ekkert kommentað á þetta en hún búin að ganga skottast með hringin og þau eru leiðast út allt make up sense, engaged, negative þau eru ekki engaged. Þetta örugglega sjokk fyrir marga að heyra þetta af því að þú tala að taka upp fyrir sig hann ekki að taka freka mikið niður fyrir sig Liam Hemsworth. Þetta Miley Cyrus. Nei, hún alveg með þetta lóðrétt niður, Richard. En hvað slúðast þú mér ekki? Ég ætla að segja eitthvað Ron Moss en það víst ekki rétt. Hvað? Veistu hvað Ron Moss Nei. Ron Moss? Hvað það komið með? King Rich Forrester. Já, Rich Forrester. Segðu bara Rich Forrester. Ron Moss. Ekki nýji. Hann hættur ekki nýji rasshausin sem leikur Rich. Hann ömurlegur. Það lélegasti back-up-leikar í heimi. Hvernig hægt að skipta Rich Forrester? Það ekki hægt. Hann fullkomna beinabyggingu. Það engin maður með fullkomnari beinabyggingu en gamli Rich Forrester. Hann búin að líta eins frá 87 en hann að byrja að leika í nýjum þáttum. Glæsilegt, hvað þættir það? The Bay. Fá 6 á IMDb, þannig að þeir lúka bara vel. The Bay. Við óskum gamla Rich Forrester til hann ekki með Bay-projektið sem að fá 6 á IMDb. Ég vil að steikt að Ron Moss sem bara heitasti Rich Forrester karakter allar tíma, hann bara með 13.000 like á síðunni sinni. Samtalið vel virkur og það komið like frá mér. Herðu, ok, af því að Tóri vildi ekki koma í viðtal, okkur reynum við ekki að fá hann. Hann vil pottitt gera, hann er svona alltaf live, hann er að sína bara svona heima á sig hvernig hann eldar og svona. Ég er alltaf að kíkja á þetta. Maja systir mín sem að horfir á nágranna í rauntíma eins ruggla og það hljómar að hún var að segja mér að Tóri kannski að deyja í þáttunum og það gæti ástæðan fyrir hann hefur ekki veitt okkur viðtal því að það er kannski verið að skrifa hann brútu þáttunum. Það er vist eitthvað að gerast núna út í Ástralíu. Þeir eru árið að 2 og undan okkur sko. En ekki eru þeir að spara með því, hann er með 50 skall þátt sko. Hér þetta smá stund allt fyrir kortmyndur frekar. FM 957 ætlar að skella sér í sólina og sandina á mjög, gisting, matur og drykkir og gjörsamlega allt sem þið listir í heila viku á Mallorca. Ekki nema sól, sandur og sangríu. Startaðu sömurinu með FM 957 og úrval útsýn á Mallorca í mæ. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Snjallar fermingagjafir. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Hollur og hrikalega góður skyndibiti. XO, Jóðhúsinu, Vesturbæ. Í þessari Evrópukeppni engin bikar, en þú getur keppt þér eins marga bikar og þú vilt. Vinnur Pálo, Ekaterína eða þú. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Cocktail Friday á American Bar. Á föstudaginn mun gestabarþjónninn Richard Mann frá Bacardi ásamt cocktail-sérfræðingum American Bar hrista nýja og spennandi Bacardi kokteila. Gefnir verða kokteilar og svo auðvitað frábært tilboð á barnum. American Bar, Austurstræti.
100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Guðni Ágústsson með innramaða mynd af lamborgaranum í stofunni hjá sér. Lamborgarinn heiðursborgari vikunar á Fabrikunni og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Fabrikan. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þetta er hlusta FM 95 Blö og ég þakka ykkur kærlega fyrir það. En áður fyrir meðna í kortmyndur frekar. Þá var ég að spá í að því að Rikki K hljóp hérna í skarði fyrir Loga Bergmann á síðustundu og það var margir fylgst með Rikka K í gegnum tíðina á FM og hann núna íþróttafréttamaður líka og í hellingastöfu og það ekkert margir sem að þekkja Rikka K nógu vel held ég. Þú ekkert farið í eitthvað svona nærmynd hjá Íslandi í dag eða þú ekkert verið hjá Jón Ársæl eða neitt annað það ekki. Nei. Þannig ég var að spá eitthvað að reyna að kynnast þér aðeins þetta betur fyrir hlustendur. Guð mig góður, já. Og já, fyrsta spurning, hvar fættistu? Reykjavík, hvar er Reykjavík? Landspítalunum fæðingadeildinni. Nei, veist, hvar ertu svona alinu? 50-50 Árbær Breiðholt. Árbær Breiðholt, ok. Ertu graður einstaklingur? Er ég graður einstaklingur? Myndirðu flokka þessi slíkan? Bara melló, sko. Ok, Svaraði heiðarlega ekki? Já, bara melló. Hvað var svona uppáháls félagsliðið þitt í æskuður og dalast upp? Valur, ok. Akkur Valur eða þú varst í Árbænum og Breiðholti? Já, bara pappa kenna. Já, ok, pappi valsari. Pappi gallari valsari og hún tók með á leiki ég var ungur og ég fekk ekki að velja. Já, ok. Sé ekki eftir í dag. Er eitthvað pervert í þér? Hvað ein svona venjuleg og ein svona út úr kortinu það? Nei, ég bara góður. Segðu bara já þarna við tjörn. Akkur, nei. Nei, ok. Með hvað liði heldur í enska? Ég nú svona fylgst mest með Manchester United. Já, myndur þú flokka þessum harðan United mann? Ekkert í líkingu við ykkur allavega. Nei, ertu með eitthvað þettis? Má ég svara þessari? Nei, þú mátt ekki svara þessari. Kynna strikka hérna. Bara alls ekki svara þessari. Þú bara hann á kantinum. Ég myndi að segja að ég veit að vera með eitthvað fettis. Ég er með fettis fyrir golfi. Ég er með golfblæti. Já, ok. Viltu útskýra það eitthvað? Nei, ég vil ekki útskýra það nánar. Ok, rólegur. En afgjörði að þá næsta spurning. Það er ekki allir sem vita það. Þú ert þrjusur golfari. Og hvað er svona góður í golfi? Ég er bara búin að byrjaði ungur í golfi, 6 ára og byrjaði að slá upp í Öndranesi hérna í sveitinni en hætti út af fótboltanum en fótboltin fór niður á klósettið og byrjaði aftur í golfi. Ok, hvað ertu með í forgjöf? Ég er með 5. 5 í forgjöf? Það er frekar lágt. Rífaði gang, Richard. Drullaði niður í mínus 2-3. Það er stefna. Það er ekki á seint. Já, hefur þú klætt í búning? Já, ég hef gert það. Ok, gaman að því. Þá ætlum að fara hérna í kortmyndið frekar. Hann er búin að kynast Rikka aðeins betur. Robert. Nú er allir að hugsa, ég þekki kleinumhingin aðeins betur. Já, ok. Og hér, ég er með 3 spurningar og ein þeirra er svona eiginlega kass spurning. Ok. Kortmyndið fyrir kass. Fyrsta spurning, myndið vilja vita hvernig, kortmyndið frekar, vilja vita hvernig þið degið eða hvenar þið degið? Hvernig eða hvenar? Yrðu þið að velja annað kort? Hvenar. Myndið, er það ekki alltaf að býða eftir því? Nei, þá veit ég hversu mikið tíma ég hef til að klára allt því það er að gera. Já. Og þá getur hluti sem maður þarf að klára í lífinu og þá getur maður að dreifið sér bara í því. Ég ætla bara í þeim mánuð, til dæmis. Ég myndi að rumpa þess af. Ég ætla að vera ósammála. Ég ætla að segja bara hvernig ég myndi vilja degi. Ég myndi ekki vilja vita hvenar. Bara veita, ok, svona degi og það verður bara að hafa. Þannig að það væri bara kapn og kleinurhing, búið. Þú veist ekkert hvenar það er. Ná, kleinur, hvenar uppistandi á þér eiginlega? Nei, bara velta þessi með. Og það getur verið hvaða dagar sem er í vikunni. Já, þá bara borða ég ekki kleinurhing, þú veist, ef það er. En ég myndi vilja vita hvernig ég myndi. Já, ég held að sé bæði mjög hættulegt samt, sko. Því að ef þú til dæmis deyrið í, segjum að þú fréttir og deyrið í bílslýsi. Þá fórum maður allir í bíl. Þetta er reyndar góða punktur. Og svo líka ef að þú veist hvenar, ef það er eftir 3 ár, þá finnst mér eins og sért alltaf að býða eftir. Ég myndi hvort vilja vita ef ég var reynskilin. Eða maður ekki bara massa þunglindur og bara svona myndi ekki gera neitt? Ég held að þetta er erfitt. Já, en oft er það þannig að fólk sem eru alvarlega veikt og hefur x tíma eftir, það gerir allt sem það ætlaði sér að gera. Og bara því af. Reyndar. Og þá er það næsta
ef þið mættu velja ykkur ofurhetju, ég ætla að spyrja hvort myndið frekar vilja vera Batman eða Superman, en ég ætla að frekar að breyta bara spurningunni. Ef þið mættu velja ofurhetju, Marvel eða DC Comics, myndi hafa samband við ykkur og byrja á þér, Rikki. Þeirra bæði fyrirtækina á samband, þau eru á eftir, þú ert búin að standa þig frábælega, búin að lýsa fyrir Sky og bara ertu shit. Hvaða ofurhetju myndir velja til að leika í næstu stórmynd í Hollywood? Má vera hvaða ofurhetju sem er það? Já. Ég er mikill Iron Man maður. Ég kann ekki með neina superpower, sko. Nei, ég fór aldrei bara að segja það er bara ríkur gæði Ég fyrir mér í Iron Man og djúvöldar að finna bara Akkur er það fyndið? Þetta ekki. Ég bara fekk alltaf í myndir í hausinn. Þú getur alveg verið Iron Man, bara kaupa svona búning og hann er ekki með hana superpower, sko. Hann er moldríkur. No cash, cash is king. Það er líka mannum moldríkir, sko. Er ekki Iron Man líka eða bara svona einn besta ofurhetjan eða besta myndar, minnst það? Ég er alveg að tala um það. Já, hann er skemmtilegur, Robert Downey. Já, ég er alveg að gera þetta alveg út á honum, en ég er náttúrulega ekki hann, sko, því miður. Erfitt að feta í hans fótspor. Ég meina, akkur ekki Batman, það er nóg kast til það líka, sko. Já, reyndar er bara svo sveitt, það er svo búið, sko. Egil, hvað viljið þú? Ég er svona að velta fyrir mig hvort ég hef verið annarkvort Wolverine eða Superman. Superman? Eða eitthvað sex ég hef getað flogið, sko. Já. Bara ég ætla ekki að þetta fætti beinu nú. Þú ert að fara að leika að vera bíómynd, sko. Þú ert ekki að fara að hanga benni dorm. Verði ég ekki Superman, það? Nei, það er bara bæði fyrirtækinn búin að hafa samband og þú ætti að leika ofurhetju í næstu bíómynd. Verði ég sér ekki Superman? Get ekki flogið benni dorm og eftir og lagt á stöndinu og þú veist að gaurinn sem er að leika Superman, hann getur ekki flogið. Hann bara þeir hendur honum í svona green screen og hann er í einhverja skikju, sko. Hvað ertu, fullur eða? Það 100% Þú ert ekki að fara að fljúga til benni dorm og fá þér eitt kaldan. Það er bara að vera að spyrja hvort þeir eru að leika. Ég verð til að vera Hugh Jackman, Wolverine. Hann er alltaf með rosalega þykkan brjóskassa á hendur og þykkt svart hár og... Þetta er skrítið fyrir áhorfendur að bara í næstu Iron Man og þá er þið Rikki G Iron Man og Egill Einarsson er þið Wolverine. Ég er enga stund að koma mér í form fyrir svona. Þú getur ekki tróðir í Iron Man búning, ég lofa þér. Ég er enga stund að koma mér í form. Nei, það er ekki enga stund að þið er tjúlbúin að vera út í baslu aukakílu núna í 5 ár. Enga stund. Þetta var ágætis motivation að hann var að fara að leika Iron Man. Hann er enda verið ekki búin að rífa sér í gang. Hann er búin að taka alveg svona úling af sér bara á nokkrum mánuðum. Já, þú valdi Wolverine og Egill valdi, og Rikki valdi Ef ég geti verið Superman, þá myndi velja hann og þá myndi ég fljúa á okkar strönd. Já, frábært, gaman að vita. Síðasta spurningin, ég ákvað að hækka þérna stöluna. Mundiði drengir, þetta er svona myndir fyrir cash spurningin í lokin. Mundiði fyrir 15 milljónir í skjalatösku, aldrei horfa á íþróttir aftur. Nei, ég er að segja nei. 15 milljónir er ekki nóg mikið cash, þetta er vinnan mín, sko. Já, þú meinar að þú er alveg eftir að þjána 15 milljónir á næsta árum með að lýsa á... Já, menn lýsa alla ævi. Já. Þannig að þetta er frekar erfitt fyrir mig, sko. En myndur þú gera, fyrst að þú ert nú að vinna við þetta, myndur þú gera það fyrir 100 milljónir? Aldrei horfa á íþróttir aftur? Það er hins vegar aðeins erfiðara. Já, ég myndi taka 100 milljónir, 100%. Þú getur aldrei horfa aftur á ennska boltan. Hvað er eftir í... Þetta eru 100 milljónir. Og hvað ætlar að gera helgar þá? Bara spila golf, ég má vantilega spila golf. Já. Þú mátt ekki horfa á golf lengur, sko. Nei, ég get alveg sleppt í. Rikki, það byrja golf að telja penning. Já, þú veit, eins og ég er búin að horfa á körfuboltar undanfarið, fárlega gott. Káurinn er ekki kvöld, maður, úrslitalegur. Það er enda hræðilegt, sko. Og Champa League, svona, dettinni til miðri vikur, æðislegt, sko. Nei, ég ætla að setja nei á þetta. Nú, hættu við. 100 milljónir aðra og lítið. Ég var bara að hugsa Champa League. Ég held að sé bara ekki uppað sem þú getur hendinn. Jú, alltaf uppfætt. Nei, út af því að þú veist, til hvers að eiga mikla peningar, Richard, ef þú getur ekki að gera þessu gaman í lífinu. Það er mjög góð. Það er góða punktur í að gleða hana. Já, þannig að það er... Ég held að við erum alveg hreinskilnir að kæmi einhver með miljard í skjalatösku. Ég myndi parkar í íþróttunum, sko, og finna mér eitthvað annað til að horfa á. Já, en ég held að myndi vera að sjá eftir því setja mér. Já, ég er geðveikur því að ég er búin að spila fram með penningnum, það er nokkuð ljóst. Sem sigurvegarar. Fylgstu með á FM 957 og hringdu inn þegar opnaðir fyrir síman. Athugaðu, þú þarft að vera númer 9 í röðinni. Þú gætir unnið
75.000 króna gjafabréf frá Wow Air. Nike Pro Ball frá Air Smáralind. Gjafabréf frá miði.is. New Balance hlaupaskó að eigin vali frá Útilíf. 25.000 króna tattoo gjafabréf frá Reykjavík Inc. Risa Marút snakkassa. Gjafabréf frá FNF. Ilm frá Armani. Glæsilegt skottreiðhjól frá Markinu. Og splunkunýjan LG G5 snjallsíma sem býr yfir eiginleikum sem hafa ekki sést áður í snjallsíma að verðmæti 109.900 krónur. Allir sem snúa lukkuhjólinu fá máltíð frá KFC. Fylgstu vel með og þú getur snúið lukkuhjóli FM 957. Allt fyrir bílaviðgerðir og loftverkværi.is. Pepperoni og pizzasósa og leyfðu svo ostinum að bráðna yfir dásamdina. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Lóan komin en hvað gera milljónirnar? Potturinn stefnir í 23 magnaðar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Viking kynnir rocksveitirnar Ensími og 200.000 naglbítar saman á tónleikum. Fimmtudaginn 14. apríl á Gauknum og föstudaginn 15. apríl á Græna hattinum. Ekki missa af þessum dáðu dúndur sveitum á einstökum tónlistarviðburði. Forsala hafin á tix.is og miði.is. Skál fyrir þér. Viking léttur. Allt lítur betur út með blómum. Í dag 20% afsláttur af öllum blómvöndum fyrir N1 korthafa. N1. Hluti af blómlegum föstudegi. Það barist alla lausa bolta í úrslitakeppnin í Dominos-deildinni. Sjáumst á vellinum. Dominos. Hunda- og kattafóður á lægra verði. Aðeins þekkt vörumerki. Blómavall, Skútuvogi og Akureyri. Skór á alla fjölskylduna. Next, Kringlunni. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Já, þau eru að hlusta á FM 957, það 6 dagar í sumardaginn. Fyrst á með ykkur í dag Ríkard Óskar Guðnason og Auðun Blöndal. Hér á FM. Hanna. Vín. Það voru kynning, Já, Richard. annað menn. Þetta ekki fyrsti dagurinn þinn á FM, það nokkuð ljóst. Vill kaupa ykkur, Richard. Þetta er kynning. Hækka launans right now. Right now. Ég var svona pæli í einu. Þú ert búin að vera svo mikið. Mér veist, einn af uppáhaldsliðunum mínum í blöð. Það sofa, giftast, drepa. Það aldrei að vita ég hendi ykkur í hann og eftir. Sko, þú ert alltaf að segja þetta við einhverja aðra. Mér langar að vita eitt hjá þér. Wow. Ætlar þú að senda mig í giftast, sofa og drepa? Ég ætla að setja það bara on the spot. Sorry, ég taki yfir útsendingunni. Ég vanur að gera þetta. Ef að þú ættir að sofa, giftast eða drepa og þú þurftir að velja á milli Sveppa, Péturs Jóhann og Steinda. Það var mjög erfitt. Ég er búin að hugsa þetta í allan dag. Ætlar að byrja út, ætlar að stakka að byrja að drepa ykkur, ætlar að byrja að renna inn í ykkur. Ég má vita þetta. Þetta er allt mjög góð vinnir. Já, ég get ekki drepið neitt með þeim. Þú hefur eiginlega samt basically sofið hjá Sveppa. Nei, við Sveppi hefum gert allt nema að sofa saman. Já, þú áttu mögð það ekki einhvern tímann í rugli. Það er eitthvað rugglaður. Við föðmuðum snaktir í þættinu. Já, það var þannig. Þetta er vámar. Byrjaði bara á, byrjaði að gifta það einhverjum. Þá áttu bara tvo eftir. Það er gott að rúla því bara. Ok, ég og Sveppi myndi rífast eins og 100 köttur ef hann er giftið og við erum báðir. Sveppi getur eiginlega bara verið með Írisi því að hún er með svo gott taka á honum. Hann er aumingi. Ef hann myndi til dæmis ef við myndi hætta saman og hann myndi búa einn þá er það svona 10 svona verri en ég Bara hann að koma á götuna bara hann veit það. Nei, ég segi það nú ekki en ef ég og Sveppi myndi búa saman þá það er bara off. Það gæti ekki verið. Þannig þú ert að vera að senda Sveppi. En það ætlar að gifta Steinda sem rítur eins og ég veit ekki hvað. Nei, þarna kemur líka inn á það. Steindi rítur eins og svín. Og það er alltaf kvart á hvað hann gengur íllum allt. Já, bíllinn hans ógeðslugur og ef hann er ekki með þessar rafrættur sína þá er hann með ískalda Salem Light í andlitun á manni. Ég get ekki heldur verið giftur honum. Ég myndi giftast Pétri. Ég held líka Pétur sé þægilegur í hjónabandi. Highly successful líka Já, og hann er svona, og eins og bara með Sigrúni, hann og hann er alltaf til í allt. Ef hún segir ég á að gera þetta, hann segir bara já.
Ég er ekkert að segja hann sé einhverju bandi eða hún frek, hann bara er svo þægilegur. Til í allt og ekkert vesen. Ég hugsa að við verum duglegir að fara í útilegur og spila með fjölskyldinni. Aldrei rífast líklega, þannig típur myndir ekkert að rífast mikið í Pétur. Það er bara góður punktur, ég held ég myndi giftast honum af þeim frem. En hvernig ætlar að renna inn í? Sofa hjá. Sjáðu bara fyrir, góð regla, ég ger alltaf því ég spila hann leik. Sjáðu fyrir þeir Svepp og Steinda á 4 fótu bara, báða. Nei, það get ég ekki. Og go with your gut, segir hann bara. Sko, þeir eru mjög líkir, þeir eru svona mjúkir og vá, maður, þetta er erfitt. Ég held ég þarf að drepa Steinda. Það er bara hann. Samt, ég get það ekki, maður, það verður brjálæður. Ég tippa á þetta, hann myndi senda Þú ætlar inn í Sveppa? Já, ég held það. Ég held sko, ef ég væri gay og væri fyrir kallmenn, þá held ég að mér myndi frekar langa í Sveppa, veist, svona lítill og bútaður og held að það væri skemmtilega. Krullur líka og svona, skemmtilegt. Já, svona til að rífi í og svona. Ég held ég myndi velja Sveppin í rúmið. Ég myndi náttúrulega aldrei drepa Steinda og sko málið er að þetta er, þú gast eða ekki valið 3 erfiðar nöfn fyrir mig, segi mig þá. Það er ástæðan fyrir því. Steinda, þú drafst Steinda. Það var gaman að segja hún það eða mælirni næsta sem kemur til fríið sitt. Ég segi að Blöð hefði ekki hugsað sér tvisar að senda hann upp í sveit. Það er ekki satt. Ég sker, þú er búin að vinna með Steinda núna í nokkur ár. Þú er búin að vinna með Pétri og Sveppa í ykkur 20. Ég skil alveg að það var Hvað myndir þú, hefðu þú tekið að sama og ég? Ég líka rendin í Peter Johan. Hverjum hefur þá gifst? Fokk, það er enda vesen. Þeir eru báðir náttúrulega sko, Krusty the Clown náttúrulega versus herra Hrótur, ég veit það ekki. Ég myndi giftast betri. Þú getur ekki bæði sofið hjá hann. Ég hef ekki verið í þessum leik. Það var bara á Blöð. Ég verða að nefna söguna þegar ég fór með Blöð og Steinda og ykkur til Akureyri þegar FM tók yfir Akureyri, vorum allir á hóteli og þegar þú komst við á flugvellinum, við skulum vera saman í herbyggi. Ég eitthvað, á Blöð fyrir aftan hann bara, kom Egill, treystu mér bara. Ég bara, fannst það bara creepy. Já, ég sagði, ég gæti ekki verið með Steindi í herbyggi og þeir til að panta annað herbyggi. Þá kom Sverri Bergmann, hetjan með skikkjuna. Hvaða væl er þetta? Við erum allir konur í glas og svona, hann verður það bara með mér. Ég bara, já, verður það góðu. Hvað gerist? Hann skríður til ykkar klukkan 6 morgun, ekki bara að sofa í 1 sekúndu. Ég vakna klukkan eitthvað 6, eitthvað 30, bara bam, 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 bam. Bara hvað er að gera þetta? Döð brá, stóð upp, mensvess á banka, ekki búin að sofa neitt og hendi sér á gólfið hjá okkur í staðan fyrir að vera með í rúmi hjá Stóni. Það er, hún Sigrún að Steinda á skilið velun, enda hún sefur held ég með eyrnatappu og búin að gera í mörg ár sko. Þetta er ótrúlegt. Þetta var óvænt gift að sofa hjá Drepa, þannig við býðum bara hérna með tenginguna sem ég ætla að hendi og hér kemur uppáhaldslægið mitt á stöðinni í dag. Þetta er hún Hildur með lægið I'll Walk With You, geggjalag. For eyes that keep looking forever, for lungs that want to breathe the same air. And when breathing is rough, I will wait for you until the feelings dry off. I will walk with you. And when breathing is rough, I will wait for you until the feelings dry off. I will walk with you. Þetta er Hildur hér með lagið I'll Walk With You. Virkilega efnileg og góð sönguna hann á ferð. Gott lag. Ég fíla þetta í tællur. Það styttist hér í að við förum í spurt og svara sem hefur ekki verið hvað ég gist hann halvt á. Mjög langt síðan. Já, allt í nú drituðust til spurningar hér. Já, bara leiða að Freddstar Bridget var með. 3 mínútur í 4. Síðast þegar þú varst með spurt og svara þá var ég einmitt að leysa Blöð af hérna. Ég fann að tengja eitthvað á milli. Tilhörlun. En er það alveg pott þetta sem verið að spyrja út í Rikka? Nei, alls ekki. Ég ætla bara að velja 2 spurningar og það er ekkert endilega Richard. Þetta getur verið þess vegna báðar á Blöð, þess vegna. Ef það er ekki eitthvað mig þá það er álíka jafn líklegt að þetta sé ekki eitthvað mig eins og ég sé að fara að byrja með Beyoncé sko.
Það nú fína leikur þér, Richard. Þú ert veluð meðalagi myndalur. Já, og það vist eitthvað vesinu henn og Jay-Z, þannig að herðu, ekki gera lítið sjálfur ekki. Góða lýsa fótboltaleikjum og frábært. En það sem við ætlum að gera núna hins vegar að við ætlum að fara í tengingu. Yes! Og það liður sem að heldur ekkit allt of algengur hérna hjá okkur. En okkur datt í hug núna, tvær skemmtilega pælingar. Og mér líst vel aður. Því að þetta hefur verið svolítið í ykkar höndum. Þú og Steindi hefur verið að sjá það. Já, og kleinhringurinn. Við höfum svolítið verið að leika okkur með þetta. Þegar þú hefur verið að ferðast eða eitthvað, þá hefur við tekið þetta höndum. Já. En ef við ekki að leika okkur með þetta þessu? Jó. Mér leist vel á nöfnin sem þið sögðu áðan. Ætlum við ekki taka Gumma, Ben. Sko, Obba. Já, og Bubbi Mortens. Við erum líka með aðra pælingu. Viltu segja hana strax að býðast með hana? Nei, sjáum fyrst hvort að þessi hefnist. Og að því að stundum er skellt á og svona. Já. Þannig að beðjum hlustundur að þólimóða að þetta gengur ekki alveg sögu tilbæra með. Þekkjast þeir vel, Bubbi og GBN. Ég meina þeir, veist, báður að lýsa ykkur drastlið og hvað. Já. Hitt bótt á kaffestofunni. Fyrir ykkur sem er að hlusta á þetta í fyrsta sinna, þá ringjum við núna bæði í Bubba Mortens og Gumma Ben á sama tíma og tengjum símtölinn, þannig að það er eins og þeir sem verða að ringja í. Þeir fá báðir incoming call frá 512-5 sem er höfustöð á Þýsir 5. Já, við skulum maður sjá, hérna er þessi takki og ég er búinn að ringja hérna í Bubba og hérna Gumma Beninn. Come on! Þá hefnast, prófum þetta hérna. Ekki klúr þessu. Come on! Halló? Já, halló? Jú. Veitu, hvers ætlar að hringja? Ég ætla ekki að hringja neitt, þetta að segja. Þú ætlar ekki að hringja neitt? Ok, síminn er 512, hvað? 5.000? Hvaðan er þetta? Hann skellt á Ljósa 5.000. Þessi G.B. átt að halda áfram hann. Já. Bubbi var reiður strax. Ég komið svona nett að það stemdi í veislu. Hvert ætlaði að ringja? Það er einhvern pirringur í Bubba. Já, það var greinlega að keira sko. Halló? Nó að gera hjá hann. Hvert ætlaði að ringja? Já. Myndi maður henda byggið þennan. Það séu satt hvað Gummi rólur. Ég ætlaði nú bara ekki að ringja neitt. Það var fylgist lagur að það. Hann er að fara að lýsa leiknum Njarðvík Kári kvöld. Og er Svali með honum með? Já. Það er veistla að hafa hátt og saman. Það er besta teimi sögunar þeir tveir að lýsa Kórubólta. Vá! En þetta hefðast ágætt. Mér finnst þetta samt skemmtilegt. Þetta var stutt, þannig að testum eitt enn. Já. Það var þín pæling. Já, sko málið er. Ég er ekki vissum í sem er númerið hennar, sko. Þú hlýtur að vera með það eftir eitthvað flip. Ok, við satt að hverja Leon C. Já. Þú vilt engja Leon C samt ekki við. Nei, sko, við höfum reynt það oft. Hún er með þolimæði sem getur verið mæld í nanosekundum. Það er, ef hún fær ekki bara svar strax hvað sem frétta, þá verður hún bara reið og þannig að við þurfum eitthvað sem svara potti. Þannig ég er með hugmynd, í staðið verður að tengja hann með eitthvað annað celebrity sem mögulega svarar ekki og hún verður reið strax sko, 100%. Tengd hann með pizzastað, svo til dæmis einhver pizzastað sem svara pottið bara til dæmis bara Castello. Já, ef við kemur Dominos þá kemur hérna. Þá kemur einhver símsögur. Já, ok. Og þú veist shaken pizza, þú veist alltaf mikið að gera þar að við náum aldrei inn þar, hann að sko. Ég er með hana hérna. Shit, testaði bara við. Ok, byrju, hvað er áttu númer hjá Castello? Ég er svona kvíða í maganum því hún verður yfirleitt, sko, hún er það reið sko. Já. Prófum hérna, þetta er Leon C og við ætlum að tengja hana hérna við Castello. Tjekkum á þessu. Hérna er númerið hennar. Halló? Já, hver er þetta? Castello Kópavogi. Þetta er frá Kópavogi? Já. Hvað er Kópavogi? Castello. Hva? Castello. Hvað er að hjá þér? Akkur ringir þú aftur og aftur? Ég ringi ekki. Það er búið að stella. Er Castello alltaf að hringja í hana? Hvað er að hjá þér? Greið gæin. Það er ekki föstudagur í Bubba og Leon C. Nei. Bara, hvað er það að hringja? Og svo bara, akkur ringir þú aftur og aftur? Hvað er að þér eiginlega?
Greið starfsmaður og Castello. Já, þetta var samt rétt í ár. Hún var, það var pinningur í en leik. Já, en Þú þekktir hana greinlega. Já, ég veist, ég Þú voruð að gigga saman, þú og Leon C. Ég gerði síma á díðan á Kiss FM. Sko, sem var með höfustöður í Borgatúni svona fyrir svona einhverjum 100 ára síðan. Valli sport átti Kiss FM. Já. Og þannig að hún er alltaf verið svona, hún verður bara reið strax. Já, þetta já, svona ágætis listamaður hún Leon C. En við þurfum að biðja þennan starfsmann Castello innilega afsökunar á. Já. Og hann þarf kannski áfallið þessir. Hann var bara saklaus í vinnunni. Hvað er að þau, drengur? Ég skal taka þetta á mig, ég skal panta pizza í kvöld. Já, hún kom til okkar sem gestur, hún Leon C í 70 mínútur einu sinni. Og af því að hérna varst að tala um að hún var pirruð. Hún var ekki pirruð, hún var alveg skemmtileg og hress. Kannski bara pirruð í síma. Já, en hún treysti engu. Við blönduðum fyrir hann á ógeðstrykk sælla minninga. Okay. En við máttum, ofta þegar hún að blanda ógeðstrykk fóruð bara inn í mötuneyti og sóttum túnfisk og eitthvað svona í salatbarinn og eitthvað. Við urðum að opna allt á staðnum fyrir framan hana. Og þú ekki eitra fyrir henni annars. Já, nákvæmlega, það var svona held í pælingin. Hélt hún að það væri að eitra fyrir henni. Já, hún þurfti að opna túnfiskinn bara. Já, við máttum ekki koma með neitt sem var búið að opna áður. Hún þurfti að opna og hafa verið framan. En það er ekki fullt mikið paranoia samt. Og kíktu undir bílinn svona áður við keyrðum. Það var sprengju undir bílnum? Ég veit ekki hverjum var að leita, annarkvæmt sprengju eða pening. Þetta var tenging. Allir eru glaðir hjá okkur. Alltaf. Sama hvað. Í alvöru. Sko, í alvöru, ég er að mynda. Makkland. Besta land í heimi. Hæg eldað af þolinmæði og matarást. Barbacoa nautakjöt sem sturglar bragðlaukana. Serrano. Fresh. Happy. Max. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill. Bæjarleiðir. Jójó Ís. Opið 11:30 til 23:30. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu 3. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Enski boltinn í beinni á 20 risatjöldum og sjónvarpum. American Bar. Nýi staður þinn. Vorum að taka upp nýja sendingu. Vera á móta Kringlunni og vera á móta Smáralind. Nú er opið hjá hjólbaraþjónustu N1 alla laugardaga milli klukkan 9 og 13. N1. Hluti af vorinu. FM 95 blöð. Alla föstudaga. Þetta er Íslandsvinnurinn Justin Bieber. Hann á leiðinni til landsins. Mætir í september. Það er svo langt síðan að miðarnir fóru á sölu að, hvað hvernig fóru þeir í sölu? Þeir fóru í sölu fyrir áramót. Þeir fóru í sölu í desember og ég held að það sé bara uppselt, nánast uppselt bara báða tónleika. Já, það verður gríðarleg stemming í kórnum þegar hann mætir Egill Einarsson virðist hafa stokkið hérna eitthvað fram að pissa eða eitthvað. Það var komin tíma á að fara í spurt og svarað hjá honum en fyrst að hann er hérna frammi að þá er ég að spá að hoppa yfir. Ég tók svona til öryggis að því að Steindi átti ekki að vera í dag sko, þetta var Logi Bergmann og Logi Bergmann er mjög hrifinn af sturluðum staðreyndum. Já, sko málið það, ég er mjög hrifinn, sko málið, þú tókst gott múf, þeir voru með eitthvað leiðindi, þessi gæjar. Ég skildi ekki því þessu. Þeir ambussuðu mig þegar komið einu sinni vinnun og sagði bara, herru, er ekki komið tíma á sturlaðar. Fyndna með það, það var hvalreki fyrir brennsluna að kræki í sturlaða staðreyndir. Já, líka það eru tveir eðalmenn, Hjöbbi og Kjartan. Og ég hugsa að Steindi og Egill hugsi sér tvisar þeir ætla að láta einhverja aðra liði detta út úr þessum þætti. Já, en ég hendi þetta nýjum nokkrar og ég held að sé bara tilvæli fyrst við erum nú bara einn og tveir. Hann hlýtur nú að fara að koma, drengurinn. Og þetta er hérna fyrir líka hlustendur sem er í bílnum og vilja læra eins. Og þá er ég nú reynda bara með einhverja 6, kemur hann reynda hlaupandi, en hann hefur ekkert þetta að segja. Nei, því miður. Þú þyngist við það að hugsa of mikið. Ha? Já, maður getur þyngst við það að hugsa of mikið. Það kemur ástæðan með mig. Nei, ég er ekki að grínast. Rikki, ekki fara að kenna auka kílóninu og setja alltaf að hugsa. Sko, þú getur spurt konuna mína. Ég ofhugsa alla hluti. Ég hitti konuna henni í gær, þetta var ekki það sem vorum að ræða. Ha? Og víst hvað er það? Þú getur ekki kent því auka kílóninu er ekki að þú ert að hugsa svo mikið. Sko, ég er ekki, málið það, ég er ekki að ljúga þér. Ég
ofhugsa alla hluti. Allt sem ég að fara að gera, segjum ég sé að fara að keppa í Íslandsmótinu í golfi, ég fara að ofhugsa allt. Og endar þá bara með kleiningu upp þér. Ég ofhugsaði þetta aðeins. Getur ekki verið áfram á klostinu bara? Það var þægilegt meðan þú mjög þægilegt andrúmsloftinn þegar þú fórst út. En þú sér þetta Egill, hann í tóa form, þetta hugsaður hann ekkert. Ekki neitt, sko. Ekki neitt, hann ratar ekki Landeyjahöfn. Því lægri... Hann ratar ekki Landeyjahöfn. Því lægri Grindavísitala, því betra. Eyja, og dallurinn var að fara. Egill, finna Landeyjahöfn. Ég keyrði fram hjá beigjunni. En Egill mendur alltaf kvartið að ég sé ofhugsa hluti. Já, þú ert að því. Þú varst endi að gera það báður. Ef þú hugsaður mikið, þá þú þingist að hugsa mikið. Þannig að sko gáað fólk, þá er svolítið hættu að vera overweight. Já. Samkvæmt þessu allan. Já, samkvæmt þessu. Svo er það hér, konur vilja frekar hávaxna karlmenn heldur en lágvaxna. Basically segir þessi sjálf, sko. Já, það er ekki gott fyrir okkur ykkar. Af hverju? Því þetta snýst bara að finna öryggi. Af hverju finnur þú meira öryggi? Þetta er bara djúbstætt, þetta er bara inn í mannkyninu, bara inn í skepnunni. Þú ert konar, Richard, ég segjum bara að væri hérna, já, ég menna... Hvað er langt sinni þú hættir að kenna sögu hérna upp í MK? Ég er að kenna sögu upp í MK. En sko, þetta er bara snýst það að það getur kannski ekki konu útskipt af hverju vil ég hávaxna menn, af hverju vilt það og kannski stamar hún, en það er bara út af því að rákuðu öryggi sem fylgir því að vera með svona hávaxna myndarlega en dökkara mann. En þetta er styrlu staðrind, þannig að við getum ekki sagt neitt við þeim. Og líka, þú veist, og líka konur vilja líka oft svolítið massa menn til að öryggar með þeim. Þetta er bara staðurinn síðan enda fram því miður. Hvað ert þið í sentimetrum, Riki? Ég er 1,78. 1,68 er ekki. Hætt að segja 1,78. 1,70. Eru við jafn háir? Ég er 1,79. Nei, nú, hausnum herri hann. Er það ekki? Hausnum herri? Hvað er að þér? Hvað, bitur? Ég held ég var herri en þú, Riki, sko. Er ég með að miskjölu lífið? Ég skal bara, við skulum bara setja bak í bak. Fyrir bara bak í bak. Bak í bak. Slaka ára ekki minn, þetta var nýjum breytletöflum. Er það styrum með? Gírafar þurfa ekki nema 5 til 20 mínútna svefn á sólarhring. Það er nóg fyrir gírafar svo í 5 mínútur. Það er svakalegt. Já, þetta fannst mér mögnu staðrind. Ég vildi óska þess að ég geti verið gírafi. Mér vantar fleiri klukkutími í sólarhring. Já, menn að sko, ef maður væri, svo í 5 mínútur og væri útkvildur eins og eftir 8 klukkutíma svefn, það væri svakalegt, við ekki hennar. Það er gert gert miklu meira, unnið meira, og svo frammiðis 1 tíma með vinum. Ná, þetta er allavega, þetta er sturlu staðrind. Ég ætla nú ekki að vera með 10 í dag. Ég verð með hérna... En við maður spyrja það einu, þannig að Detective S-Face var ekki sturla staðrindir hættar í þetta? Herru, þú varst á klostinu og... Já, þá laumaður þeim bara einu. Þegar tenguð það ráði. Ég var að fatta það núna, Paldi, ég tala á agendastöru. Ég var að fatta það núna, það er sturla staðrindu, það er hægt. En sástu þér ég sagði þér að gírafar sofi 5 mínútur á sólarhring. Þú bara, wow, það er rosalegt. Pældi í hvalrekanum fyrir brennsluna. Þetta er bara mest lesið á Vísi og allt bara. Já, ég vissi ekki að þeir myndu kaupa dagskrárliðin yfir. Skeist á þig á svona steinda að vilja losa þig þetta. Hörru, ég var bara blöð alltaf að segja, strákar, við erum completely honest. Og ég sagði, blöð, hérna sturla staðrindir, ég hún leður á þenn. Og gátt ég bara ekki að segja hún, ég var að leiðra það með ég var að leiðra það. Þú ert að hugsa hlustendur, ekki sjálfa þig svona fyrir svona einu sinni. Þegiðu donut boy. Þú þarf að labba samfleytt í 7 tíma til að brenna Big Mac máltíð með sigruðu gósi. Wow, 7 klukkutíma. Þannig að fyrir alla sem að ég veit, nú hef ég farið of ofta á staði eins og Benidorm og svona þegar maður var á Mac. Já, á Mac og svo er maður alltaf að hugsa með sér, ég er búin að labba í allan dag. Þú ert að labba í 7 tíma til að brenna þessu. Þannig að ekki vera að plata ykkur að núti haldið þessi búin að labba þetta af ykkur. Það er svolítið mikið. Já, ég meina, basically ekki, ef þú borða drasl þá verður þú drasl. Þetta er bara, og Rikki er bákvæmt til dæmi það. Nei, Rikki er í finnust handi. Það var óþar í þau ekki. Þetta er að vera full mikið. Tekið þetta baka, fáðu protein bites hérna, þetta fyrir því Ekki bara fyrir annan hlýraból eða? Svo er það hér. Setjum þessi í hlýraból. Síðasta, Rihanna neitar að fara í margar byggingar af hræðslu við drauga. Hún er mjög hrædd við drauga og... Er hún fárveika? Nei, bara hræddu. Hvað, hún er bara að lappa bara í Manhattan og ég ætla ekki hérna. Það er einhverja byggingar sem hún vil ekki fara inn í. Nei, það er draugar hérna og ég fer ekki hérna. Eru þið hræddu við drauga? Já, ég er mjög draugar. Ég sveiflast til og frá. Eru til draugar eða ekki? Stundum er ég bara, já, það er 100%. Ég veit það. Veist þú það? Já. Það er til, ég veit það, hvað mennur? Þú verður hitt einna? Nei, ég hef ekki hitt, en ég veit að það er til. Hvaða draug hittið þú ekki? Ég hitt engan draug, ég var að segja það, en það er bara til. Þú getur ekki sagt hérna bara, það er til draug, ég veit það. Og síðan spurði við það. Nei,
Og síðan segja við rökstýttur, Richard, þá verður að segja ok, hvað með, ég þá Hvað er í kastljósi, má ég fá að tala? Jésus, minn almáttur Já, Egil, geðulega smá hérna og mér finnst þú full harkalöður eitthvað Afsakið Sko, málið það Hvað varstu gamall þegar þú hittir hann draug? Ég hitt engan draug, ég er búin að segja það tvisvar Rólegur, ok. Málið það að ég held bara að sé til líf hinum megin og ég hef fundið fyrir svona Ég fundi fyrir að sé eitthvað í herbygginu hjá mér Guð minn góður Nei, byrju, leiðum hann að klára Nei, ég bara fundi það, ég meina, einhvern tímann vaknaði ég og ég fann bara að það stóð einhver yfir rúmunu hjá mér Ég sá hann ekki, eða sá eitthvað svona Ég fann bara Þú fannst the presence Ángríns Gæti ekki að vera að dreyma ekki Nei, mér var ekki dreyma, ég var vakandi Ég er enda að vera Kona mín var við hliðin á mér Ég vakti hana mér að segja Ég sagði, hún bara, hvað er í gangi? Ég sagði, það er einhver hérna Og hún alltaf fór panikaði sjálf og svona Það er einhver hérna Ángríns, ég vaknaði, ég horfði svona upp Og það var einhver hérna Það er samt skárra fyrir konunum þína að vaknaði það að þú varst að pikki hann og segja, það er einhver hérna heldur en til dæmis, ein mín fyrrandi sem En að ég með, má ég segja þetta bara ekki ít og taka hans, klára þína sögu sinni Nei, hvað spá? Ég letti nákvæmlega saman, Richard Ég var sofandi, ég fann að var ekki standað einhver yfir mér Það er einhver hérna, ég opnaði hún Það var blöð allsber meðan Stífan í ameríska draum Þegiðu hann að astniðin Það var ekki draugur, ég veit ekki henni það Mun skárra að vaknaði nýstandað yfir sér heldur en með kotta í andletun allavega Ekki ástæðalausu, það er gýr í þessu lagi, ég kemst í gýrin Ég var aðeins að grípa fram Þetta er föstudagur í mann Blondale Ég greip frammi fyrir það og þú vart komið með eitthvað kottasögu og ég sagði sögunan Já, það er bara fínt og þú greipst frammi Nei Ég var til út af því að ég eðilega söguna með ameríska draumnum sögunni þannig að veistlega að þú myndi kannski Þetta var ekkert flókið, það var engin draugur eða neitt sko En lappið þig í svefni eða talið í svefni? Nei, ég hef ekki gert það Ég tala, ég bladur eitthvað en ég lappi ekki í svefni og það er fárveikur til að gera það sko Já, þá er ég fárveikur Því að ég gerir bæði sko en ég hef skánað og versta sem það er tvent, það er eiginlega þrennt sko til dæmis við fluttum úr Víðigrund á Sauðárkróki, við byggum á 4. hæð því að mamma og Tissa búin að koma með þá í út á Svölum sko, bara 11 ára gammal 4. hæð og einu sinni vaknaði upp á fjalli En þú ert með hár þar, er það ekki, sant? Það hefur bara ekkert með sögun að gera hvort ég er með hár eða ekki Þú varst út á Svölum eitthvað Já, hvað, raka með sköllóttan eða? Ok, það er áfram, og þið fluttuð áfram Já, en það tengist, kotta er ég vaknaði eins og það þú átt ekki að vekja einhvern sem að er að lappa eða tala í svefni það er vist bara regla Þú var gentle eða... Já, þú átt helst að bara leiðan aftur inn í rúm og fá hann til að halda áfram að sofa Ekki öskra á þig eitthvað, hvað það gera eitthvað Nei, það er einmitt óþægilegasta sem ég lendi í hvað þetta var þegar Rikki var að tala um að versta upplifun hans upp í rúmi var hann vaknaði við að vera einhverju hliðina Yfirbara versta sem ég lendi í þegar ég vakna og þá var ég í sambandi og var með kottan yfir andlitunni á fyrirhandi kærastunni minni eins og ég var að gæfa hann og hún bara öskraði og sparkaði í mig og ég vakna við það ég bara með kottan Og þetta bara að setja kottan yfir andlitið á henni Já, bara svona eins og ég var að kæfa hann eða eitthvað Og það er, og þetta er bara, þetta er sömsá Þetta er langversta sinni Þetta reyna að vera að lausa út lífið Þetta gerðist ekkert aftur Þetta voru saman í 5 ár Þetta gerðist einu sinni Það kæfa kærastuna Nei, það var eitthvað Hún lefði þetta af, hún ítti þeirra burtu Já, ég bara náttúrulega vaknaði við það Það hefur verið skellur samt ef hún ekki ítti þeirra burtu sko Nei, það er bara Það hefur ákveðin skellur Nei, ég held að það hefur aldrei farið eitthvað Ég held að þetta hefur bara verið Eitthvað, ég veit Hvað ára var þetta? Þetta er 2003 eða eitthvað Þetta er hérna 2004 Þetta er mjög sérstætt Mjög sérstætt sko Þetta er stóræðilegt En hér eftir smá stund þá ætlum við að fara í spurt og svara Það hrönnuðist einn spurninga til Egils Já, ég það víst að það er að sinna ykkur verkefni það fram Ég kemst ekki Það er ekkert að vera þetta síðan þig eins og Richard Slaka á Hann er ekkert búin að segja það Og svo við ætlum að taka líka á eftir Það er karaoke-keppni en við ætlum að vera með þema Og þema í dag er Roxette Þannig að það þurfa allir að velja sér Roxette-lag Syngja mínútu Svo syngið því Eina sem ekki tökka með Rikki með Þannig að maður er alltaf örugum með silfur Mér finnst þetta alltaf gaman að heyra einhvern nýjan syngja Ég hef aldrei heyrt Rikka syngja Hvað, ertu svona skelfilegur? Er ég skelfilegur? Þetta er verra heldur en þú reyndir að kæfa konuna hérna En ertu Roxette maður? Já, ég meina, ég elska lagið Pretty Woman, Must Have Been Love Það þú að taka það, Must Have Been Love? Ég har eina lagið sem ég kann með Roxette, þannig ég verði að fá að taka það Ok, þú ert mikill Roxette maður? Já, ég elska Roxette, ég er ekki búin að ákveða lag, maður ég melda það
Já, ég held ég viti hvað lagið taki. Já, við komum betur inn á það og eftir við skuldum víst auglýsingar og svo það spurt og svarað sem hefur ekki verið eins og ég segi í svona cirka hálft ár í þessum þætti. FM 957 ætlar að skella sér í sólina á sandin á flug, gisting, matur og drykkir og gjörsamlega allt sem þið listir í heila viku á Mallorca. Ekkert nema sól, sandur og sangríu. Þetta á sömurinu með FM 957 og úrval útsýn á Mallorca í mæ. Það opið hjá okkur til klukkan 11 í kvöld. American Style. Þarftu að losna við hálsbólgu eða kvef? Þá Cold Free munnúði lausnin. Á 30% afslætti í apótekaranum. Kíktu til okkar og leystu málið með Cold Free. Cocktail Friday á American Bar. Á föstudaginn gestabarþjónninn Richard Mann frá Bacardi ásamt cocktail-sérfræðingum American Bar hlusta nýja og spennandi Bacardi kokteila. Gefnir verða kokteilar og svo auðvitað frábært tilboð á barnum. American Bar, Austurstræti. Vissir þú að í 1 lítra af Flórídana grænum eru 218 grömm af spínati? Prófa hana græna. Flórídana. Lifðu vel. Jójó ís með jarðarberjabragði. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Háskólinn á Akureyri býður upp á alþjóðlegt laganám. Lögfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Þú farð réttu gallabuxurnar í Jack & Jones. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. Full búð af alvöru reiðhjólum. GAP Faxafinni, gap.is. Hamborgararnir okkar eru engir venjulegir hamborgarar. Komdu og smakkaðu. Roadhouse Snorrabraut. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hann tók pillu í bísa. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við þökkum ykkur kærlega fyrir það og ætlum að fara hér í dagskrárlið sem búin að vera í góðri pásu og það alveg ástæða fyrir því en þetta dagskrárliðurinn spurt og svarað. Við reynum þá bara ekki áfram í pásu. Þetta er góð spurning, Reykjavík. Þetta er eini trailerinn Blöð sem að þú hefur rósað á þannig svo stuttur þannig að þú alltaf getur spilað hann, það getur bara eitthvað 30 sekundur. Ég held bara að hann sé ekki eins og lengur til. Þá ertu rekin, Richard, ef að trailerinn ekki til. Ég held ég eitt hún. Ég held hann bara væri bara hættur. Já, ég held það bara. Já, ég held það. Þú ætti ekki bara að finna það nýja vinnu þá? Hann er náttúrulega vinnu, hvað ætlað þú að segja mig það? Hann er ekki búin að vera náttúrulega lengi þessi dagskrárlið, sko. Ég held ég væri bara hætti með þetta. Hvað myndi drepa að taka um síman og spurja? Heyrðu? Hann er hérna þá. Já, þetta er klart. For inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, menn er döfund að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svar. Ég skal alltaf gefa allir það, þetta er eðlu trailer. Já, hann er 30 sekundur. Þeir kvartar það hefði sér langir. Já, en hvaða spurningar ættum við í dag? Ég ætla að velja bara 2 random spurningar hérna. Ok. Ég ætla að loka augunum. Já. Ég ætla að velja bara, ég ætla að íta bara einhver takk á meiluna. Ok. Þetta er á beigum. Ok. Mies. Byrjum bara þessar hérna. Sælkongur. Ég er smiður og þurfti fyrir nokkrum árum að flytja erlendis til að fá einhverja vinnu. Ég vinn í litlum bæ í Noregi. Þetta er svona semi-sveit. Eina ástæðan fyrir hérna er kassið. Ok, yes. Velborga í Noregi. Já. Mér finnst alltaf gaman að hlusta okkur félagur á föstudögum, meðan ég ofta með kaldan. Mér líður eins og sé komin til Íslands að heyra fíblagangin í ykkur, strákunum. Þakka fyrir það, meistari. Gaman að heyra það. Þetta er bara í fyrsta sinn síðan og byrjaði með dagskrárlið að virka einhver bara eðlulegur. Já, bara mjög normal gæja þetta. Já. En núna er það svart maður. Ég er einfallega með life and death situation því miður. Ég hef ekki náð að sofa undanfarnar vikur út af þessu, borða ekkert og með svona kvíðahnút í maganum allan daginn. Það er 6 klukkutíma akstur í næstu hálfgötustofu hérna.
6 klukkutíma. Greið kallinn. Áður en ég flutti út fór ég alltaf til Robbaði Carter á 2 vikna fresti í klippingu og þvott og nudd og... En það er búið í dag. Á ég að reyna að klippa mig sjálfur eða á ég bara að halda kjafti og keyra þessa 6 tíma? Er það ekki bara þessi virði hverja Tjörvar? Tjörvar? Já, sko ég sko það er samt bara svona eðlileg spurning. Damn good question, Tjörvar. Sko 6 klukkutímar fyrir að fá að tilla sér í stólinn, finna skærin, leika hárið og finna, og hljóðið í skærunum. Ertu veikur eða? Hvað? Mér er bara ok, klara. Og fara í vaskinn síðan, nuttu allt sem fylgir þessu. Já, finnst þið það 6 tíma, auðvitað en ekkert að fara að keyra í 6 tíma. Þetta er 12 tíma skellur, sko, síðan þarf maður tilbaka, sko. Bara safna hárið, Tjörvar. Getur það þó. Til hamingju með það. Já, ég hef búið að leysa þetta. Næsta spurning. Eða bara snóða sig. Kaupa svona rakvél og snóða sig. Það er töff. Það er miklu svalar að vera snóðaðar, þú ert með rót. Já, en að vera með svona Ómar Ragnarsson rót. Ég ættu skít og fara í næstu spurningu. Sæll höfðingi. Vil byrja að koma einu á framfæri. Þú ert mesti meistari sem ég veit um. Akkurat. Ég var að hugsa, hver er meiri meistari en höfðingin? Þetta er engin hug. Er þetta allir bróðin eða? Þessi heitir Þormundur. Okay. Ég á 7 ára strák og það smá ráðlegginga með hann. 7 ára strák? Já. Okay. Það lítur rosalega mikið upp til Rikka G. Akkurat, þarna kom það. Þegar við erum Hvað, lítur upp til þín? Já, ok. Þetta er ekki bara hrós eða? Jú, þetta er mikið hrós, en það er eitthvað þarna á bakvið. Nei, alls ekki. Þegar við erum heima, þá er hann alltaf með gerfi mikrofón og því gett setja inn FM-kynningar. Akkurat. Þú er svo veikur með þessu. Hann er aðdándi. Er hann hvað? Með gerfi mikrofón? Gerfi mikrofón? Hvað er gerfi mikrofón? Það er þú kaupið í Toys R Us eða eitthvað? Að setja inn, já. Hann er bara að vinna útastuð heima á sér. Já, vel gert. Og svo þegar hann er í skólanum, þá er hann alltaf að lýsa leikjunum á skólalóðinni. Akkurat. Situr bara og horfir á krakkana og lýsir með miklum tilþrifum. Gjössalega tapa sér þegar hann skora mark. Ég vil hitta hann á göttamöður. Og Rikki G er aldrei hún á góðans. Já, þetta er einhver meistari. Eða þegar einhver er skotin út í skotbolta, sem kemur í svega, já, hann lýsir meira að segja skotbolta. Hann hefur með svo ofta ráðað inn á kennaraskrifstofu og lýst borðtennisleikjum hjá kennarunum. Þetta er kannilega mikill höfðing. Nána með hennar meistara. Hann er með FM þátt heima á sér og er að lýsa á skólalóðinu, 7 ára. Síðan segir hann bara alla við hana. Hann var ammæli fljótlega, langar að hendi í alvöru veislu. Alveg eins og Richard, þá elskar hann kleinurhingi alveg út af lífinu. Ég vil gera allt fyrir son minn og gefa honum ammælisveislu sem hann gleymir aldrei. Þannig með mjög einfalda spurningu til Mr. Donut Man. Hvar eru bestu kleinurhinginir? Er það A. Dunkin, B. Don's Donuts, C. Jói Fel eða D. Annað? Hvað er Þormundur? Bakaramestarinn, hann er ekkert anninni. Það er ekki til betri maður á landinu að svara spurningu, Richard. Það er ekki, ég get ekki tekið upp síman og hringt í einn mann sem getur svara spurningunni betur Þú nú hjálpa manninu. En þú, Richard. Strákurinn hans er átrúna, þú ert átrúna. Já, þetta er 7 ára, með lítið mikið upp til þeim. Blöð, finnst þér þetta núna góðu það? Hann er með A, B, C og D. Ég veit ekki eins og hvað staðir þetta er. Ég þekkti einn stað. Þú veist hvað Dunkin er? Ég veit alveg hvað Dunkin er, já. Já, þú þekki Jóa Fel. Þekki Jóa Fel? Þú veist alveg hvað bakari er. Þú er ekki reikning þar, Richard. Hæ? Týttur við reikning þar? Nei, ég er ekki reikning þar. Ég var aldrei borða kleinur. Já, ok. Rikki, hvaða brennslutöflum er þá? Slaka það saman. Þegið þú maður. Þú varst eitthvað að segja. Getur þú svara mögulega Þormundi hvar út af hann er að halda afmælisveislu og hann það svar. Þetta er einfald spurning, sko. Hvað er bestu kleinurhinginir? Ég bara veit það ekki. Það er svarið mitt. Hvar færð þú þér? Ég fæ mér ekki kleinurhingi. Ok, ef það var sunnudagur, út vel þunnur og þú þarf að náða þér í einn kringlóttan, hvert ferðu? Ég fer ekki neitt. Ég borða mjög kleinurhingi, ég myndi að fara í bakaramestarna. Já, bakaramestarna, já, nákvæmlega. Þú veist, eins og Blöð, hann lígur ekki að hlustendum. Ég líg aldrei að hlustendum. Ég hef sagt óþægilegustu sögur að sjálfum mér. Alltaf Íslandi er ekki út háður kleinurhingum, sko. Getur ekki sagt það út af bjóra, ég fer hérna, ég næði það hér. Ég sé þig með svo, þú varst með kassa daginn. Kassa? Hérna, í vinnunni. Bara svona ljúa líka. Þannig að þú getur ekki hjálpað þessu strák sem er með sin eigin FM þátt heima. Já, hérna, það sem, já, bara til þess að hjálpa skýrhausnum og þessum, hvað heitir hann? Þormundur? Þormundur, já.
7 ára? Nei, það er pappa sitt formöndur, hann sendir spurningu fyrir svona. Ég ætla að beða strákinn afsökunar, Rikki er bara eitthvað erfiður dag. Nei, bara segja hann bara að fara á Dunkin. Nei, nennu sér ekki. Dunkin? Nennu sér bara ekki. Dunkin bara. Dunkin, þá heyrur það. En þetta er endur eitt, Rikki, sem þú vart að fara að læra. Það eru strákar að núti sem að líti upp þig og eru að svara your fans. Það er bara hann, fanlove. Það er bara hann, svara the fans. Sem sigurvegara. Fylgstu með á FM 957 og hringdu inn þegar opnaðir fyrir síman. Athugaðu, þú þarft að vera númer 9 í röðinni. Þú gætir unnið 75.000 króna gjafabréf frá Wow Air, Nike Pro Ball frá Air Smáralind, gjafabréf frá miði.is, New Balance hlaupaskó að eigin vali frá Útilíf, 25.000 króna tattoo gjafabréf frá Reykjavík Inc, Risa Marút snakkassa, gjafabréf frá FNF, Ilm frá Armani, glæsilegt skottreiðhjól frá Markinu og splunkunýjan LG G5 snjallsíma sem býr yfir eiginleikum sem hafa ekki sést áður í snjallsíma að verðmæti 109.900 krónur. Allir sem snúa lukkuhjólinu fá máltíð frá KFC. Fylgstu vel með og þú getur snúið lukkuhjóli FM 957. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hollustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Er það ekki málið? Bara drífa þetta af. Nú er opið hjá hjólbaraþjónustu N1 alla laugardaga milli klukkan 9 og 13. N1. Hluti af vorinu. Jójó ís með franskri vanillu. Jójó ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. Þarft að gera garðinn tilbúin fyrir sumarið? Bíkó. Gerum þetta saman. Opið alla daga frá klukkan 11. Komdu og leyfðu þér að bragða á frönskum brunch. Torfan Humarhúsið. Ekki missa af stórtónleikum Agent Fresco í Gamla Bíó föstudagskvöldið 15. apríl ásamt Sofíu Björg og Axel Flóent. Gleymdu fréttunum, skálaði Jack Daniels og skelltu þér á alvöru rocktónleika. Miðasala á miði.is. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. You want change with no sacrifice. Samfinn kynir. The world doesn't work like that. Allegiant. We need to do something about it. Spennan magnast í þessari frábæru mynd sem byggð á samnefndum metsölugum. There's no turning back. Allegiant. Komin í bíó. Game of Thrones hefst 25. apríl. The real war is between the living and the dead. Undirbúðu þig fyrir átökin og rimjaðu fyrir þáttaraðir á Stöð 2 Marathon. And make no mistake, the dead are coming. Game of Thrones hefst 25. apríl. Game of Thrones er í boði Gull og Sports Direct. Salat mánaðarins á Fresco er Fuji Apple Chicken. Fresco, fyndu ferskleikan. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin sem að færir ykkur FM 95 Blö og talandi Keiluhöllina að þá er einmitt happy hour frá 9 til 11 alla helgina og rútufar niður í bæ frá 11 til 1 og það er stoppað hjá Lebowski og það er líka opið til 1 á miðvikudaginn fyrir sumardaginn 1. í Keiluhöllinni. Vel gett að sinna King sem að vilja með rútuferðis. Já sko, það er hvað hann er að gera. Það er líka, það er ógeðslega gaman í Keilu og þú ert í happy hour frá 9 til 11 og svo fyrir rúta frá 11 til 1 að þetta er veistla svona og það var að gera eitthvað. Það er með pizzu sem er á top 5 í heiminum. Já, og þetta er í ruglinu sko. En það er hins vegar komið núna að karaoke hér í FM 95 Blö og við erum með þema í dag. Við ætlum að vera með Roxette þema. Þetta er vanmetin hljómsveit sem að hún er víst ekki hætt. Ég var að tekka það daginn, mér langar að flytja hann til landsins. Hún er ennþá starfandi. Ég var til að bara Roxette tónleika. Ég líka, var ekki tilvægulega að fara á Roxette á sunnudagskvöldi í Hörpunni? Jú, klár, En við völdum allir lag með Roxette og nú þurfum þið líka að vera tilbúinir kæru hlustendur því að þið ringi í 511 0957. Hvað er marga atkvæði? Fyrstu til að fá 4 atkvæði vinnur keppnina. Þetta er weird tala, 4. Ekki bara 5 weird. Nei, það eru 4 atkvæði til að vinna. Hljóma weird en, ok. Og það er búið að draga hér Strá og Egill Einarsson. Þú færð þann heiður að vera fyrstur í Roxette karaoke-keppninu og ég spyr hvaða lag með Roxette ætlar þú að taka? Þannig ég fær að vera fyrstur sem er best. Það er alveg með hlustandi með the attention span that can be measured in nanoseconds. Ef að ég
performa frábærlega þá verður alveg hlustandi búin að gleyma mínu performansi þegar það ringir inn. Þetta er 1 mínúta, Egill. Hvernig getur það glemt því á 2 mínútur? Þetta er ákveðin skellur en ég ætla að take it like a real man. Glæsilegt. Þú ætlar að taka lagið, sagður við hvað? The Look með Roxette. Já, rétt blónda, The Look heitir það. Og svo ég þarf að fá headphone-in. Já, þú er tilbúinn. Nú er ég komin hinum með borðið, svolítið sett þetta. Þú er ready? Viltu taka mynda my performance og henda þig á snappi? Ég lokka þar inn, kannski leifa. Glæsilegt. Tilbúinn? Já. Ég held að það er svona fiðring í maður. Ok. Ekki maður snöð, ok. Þú í karaoke, Egill. Þetta er söngvakeppni. Þau syngja þetta svona í laginu, blóndi. Næja. Ok, já, þið ekki hringja strax. Hlustendur, það er 511-0957 þegar allir eru búin að hringja. Það er gáður að fá punkt. Þú tekir þetta inn og fá eitt punkt. Ég er víst næstur og lagið sem að ég hef ákveðið að taka er Listen to Your Heart sem er með Roxette líka og sennilega svona mitt uppáhalds Roxette lag. Og hér kemur það, svo endar Rikki þessa keppni. Þetta var samt betra en hjá Agli, fannst mér. Nei, alls ekki. Já, kemur á þetta þér hafði fundist það. Þegar Carl Richards sagði, alls ekki. Þú varst bara kvistlægil, ég söng. Þau kvistlægi læginu, Assface, hlusta á The Look. Ég hef alveg getað gert svona. Settu The Look á núna and shut your little mouth. Settu lag á! Settu lag á! Herru, þá er það Rikki. Þú ætlar að syngja það, Anna? Já. Það syngja hér? Ég þekki textan. Já, ok. Þekkir textan? Gæti hann verið eitthvað meira kokki? Hann ætlar ekki að koma þetta í hérna megin. Þetta er eina mínum uppáhalds bíómyndum. Ég er búin að hlusta á þetta lag svona... Hversu veikur ertu samt að þurfa ekki textan? Ég þekki textan. Herru, hérna byrjar þetta allavega. Já, komið mínúta hérna. Herru, er það eðlilegt að einhverju tveir stera hausta sig að trufla manni þegar maður er að syngja? Sko, Rikki, þetta var ekkert eðlilega slagt. Ég hef bara aldrei heyrt svona slæmt á ævinni. Ég hef bara öllum karaoke-keppnum sem ég hef tekið þátt í hérna. Já. Guð minn almáttur, Richard. Ég byrð hérna hlustendur afsökunar. Já, bara þjóðin afsökunar. 511-0957, við skulum sjá hvað hlustendur hafa að segja. FM, góðan daginn. Halló, FM. Rikki, hvað þú ítt á eitthvað hérna? Hvernig fæ ég hlustendur inn? Laga þetta, Richard. Það er Rikki, það er bara hann í. Ok. FM. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Hver fannst þér, ég var að segja skástur í þessari karaoke-keppni? Já, mér er eiginlega leiðilegt að tilkynna að mér varst Egill skástur, sko. Egill, hann er komið punkt. Thank you. Þú mikli höfð. Laga kvíslarinn. Takk fyrir að ringja. Söngurinn kvíslar í læginu, Richard. Þá var það hér næsta, það kvíslar ekki í læginu. Punktur um mig. Boom. FM. Halló. Hér á FM. Þú verður ekki að segja, það svarar engi blöðum. FM. Halló. FM. Hvað er aðeins við hérna? FM. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað séu þú gott? Ég er þess bara en þig. Herðu, góðir. Hvað ringið þú? Akureyri. Akureyri? Ó, það er svo gott fyrir norðan maður. Það er sól og blíða. Já, ég trúi því. Hver fannst þér skástur í dag? Herðu, Rikki kveikt í mér. Nei. Já. Byrjuninu var rosalega. Ertu náskildur, Richard? Sendi Rikki þér SMS, ringdi inn eða ég drepi. Ég vissi ekki að vinnur hans Rikka byggja á Akureyri. Það er gaman að vita. Ertu það ekki? Ég er líka veistla. Ég er ekki tengdur Akureyri. Þetta er bara einhvern derikið Rikka. Ég held að vinnuðin byggja hérna í Reykjavík, Rikki. Takk fyrir að ringja. Að Rikki sé að fá punkt. Já, það er ótrúlegt. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fannst þér bestur í dag í karaokeinu? Richard Rúllaðsson. Æ, Guð minn almáttur. Það er eitthvað partygrín. Nú er partygrín en það fannar að kjósa Richard. Slaka þetta söngur á sögunar. Halló. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú? Atli. Atli. Gaman að heyra ég vinnur. Hver fannst þitt atkvæði? Æ, Gilsarinn. Atli. Þetta er bróður Egils. Ég heyri þetta er þú. Atli Naggar. Þú ringir ekki á... bróðir? Já, þetta er bróður. Þetta er Atli Naggar. Þetta er frændu þínu voru hringin. Herðu, þeir eru alltaf ekki jafn skildi mér á bróðin. Já, ég er bara að taka að kenna Atli, mér. þú mátt ekki gefa... Víst má að gefa mig punkt. Þetta er punktur. Það er bannað, fjölskylda má ekki ringja. Akkur má hún ekki ringja, hvernig var það sagt? Ég kýsa þetta sé ógilt atkvæði. En betur hvað með frændu þína tvo? Frændu mína, þeir eru ekki frændu mína. Atli, bye. Er þetta ekki punktur það? Nei, þetta er ekki punktur. Hvað kjafta er þetta? Halló. Já, FM. Já. Ég verði að segja, þetta var hræðilegt hjá þér. Ég veit það maður, ég fæði þitt. Nei. Hanna? Ekki betur hann. Vel gert, ég kom með blad. Gafstu blöðpunkt? Já. Gaf hann blöðpunkt?
Blöðpunkt næstu eins og blöðpúp. Og hvað, skelltur sem bara á hann? Nei, hann það. Nei, ég hann það. Ok, ætlar að gefa blöðpunkt? Ég ætla að gefa Egil atkvæði. Nei, þetta er ekki svo. Auðun var svikalegur. Það er ekki verið að fara að gefa þér punkt. Þetta er 2-2-0. Það er kærlega að vera þetta mestur. Ég meina, ef ég allra eðlilegt var ég með 3 punkta. Nei, það er ekki gilt hitt með bróðin, sko. Takk fyrir að hringja inn. Ég beðið mömmu minn að hringja inn, sko. Sko, ég er líka að fá búin að senda SMS. Ég er líka að fá Twitter, þetta var lélitt, þetta var hrikalegt. Ég á að halda mig við rappið. FM. Já, góðan daginn, heyrðu, það er alltaf Rikki. Það er Rikki, hann er einu stíði frá sigri. Nei, þetta er 4. Já, takk fyrir að hringja. 5. Ef ég fæ loka atkvæð, þá fer ég inn í gegnum glerið. Halló. FM. FM. Hér á FM. Já, góða kvöldi. Já, góða kvöldi, daginn, hvað segir þú gott? Herru, ég ætla að gefa Rikka atkvæði. Nei! Jú. Rikki mann. Herru, ég hef aldrei séð manni af stoltan hérna. Rikki, þjóðin er að gera grína það, sko. Það finnst eitthvað góðu söngar, sko. Egil minn. Rikki er bara töluvert betri. Það er bara þannig. Já, ég treysti hlustendum. Þetta máður Richard, eða? Það má ekki sískinni í reykabann. Það er svolítið mjög leiðilegt hvað hann er betur en þú og hann var ekki með einu sem er tektan. Já, þetta er eitthvað samantekið ráð hjá þjóðinni, sko. Kjósum Richard. Takk fyrir að ringja þennur. Ég tók þessa keppni. Til hamingju, Rikki, vel að þessi komin. Ég viðurkenni, ég var hræðilegur í dag. Egil var skellur en þú varst reyndar ógeðslegur sjálfur, Rikki, en þú vannst þessa keppni. Var ógeðslegur sjálfur? Ég hef ekki heyrt hann að söng hjá einu manni. Þetta er eins og ég sagði það á hann, mér leið betur þegar foreldrar mín ákvað að skilja. Þá ég er ekkert að ljúga því. FM 95 Blö á FM 957 og við þökkum ykkur kjallaði fyrir það. Í síðustu viku kom hingað mikill snillingur, hann fyrir ekki Dór og frumflutti nýtt lag og þetta er orðið bara svona nett þema hjá okkur hérna í lok þáttargreinilega. Það er bara þannig. Því að það er komin annar snillingur hér sem er með nýtt lag, eða ný lög líka og það er King Óligeir, verður velkominn. Takk fyrir það. Hvað segir þú gott? Ég er rosa kátur að því. Við erum alltaf feskir, drengirnir. Já, aldrei betri held ég. Flott karaoke-keppni hjá okkur. Já. Það þjóðin okkar að trolla Richard og var þetta ekki vel flutt hjá mér? Þú laðið fram allan. En hvað segðu mér, þú ert með eitthvað lag sem að þetta ekki komið í eitthvað spilun í Þýskalandi eða hvað varst það að útskýra fyrir mig náðan? Nei, ég var að gefa út nýtt lag sem heitir Silence. Já. Og kom út 2 útgáfur af því lagi, remix eftir stráka í Þýskalandi sem heitir Bodybangers sem eru... Ég þekki þá. Já, þeir eru mjög stóri þar og eru alveg með 15 til 20 miljónir views og öll lögin sína á YouTube. Ok, stórt, sko. Þannig að það er svona nett heiður að þeir séu að taka lagi. Já, rosa heiður. Þeir voru nefnilega síðasta remixa lag eftir Dimitri Vegas og Like Mike sem eru bara stæðstu blötu sem þeir í heimi. Ok, og ert að leika bara að semja þetta heimahöður, bara í herbyggið? Já, og svo sendi ég bara, ég prófaði að senda á þá lagið út af því að þeir eiga sjálfur útgáfufyrirtæki og þeir voru svo hrifnir að þeir buðsla remixa það, sko. Ok. Þannig að það var bara, við vorum að remixa Dimitri Vegas og Like Mike og við viljum remixa því þegar við erum búin að því. Ok, ekki. Það var svolítið... Það er svo nettur heiður. Alltaf gaman að það er Íslendingar að gefa út steralög. Það er frábært. Er einhver búinn að remixa lag eftir þig, DJ Muscle Boy? Nei, en það er þú ekki samin eitt lag. Ekki eitthvað svona frægur plötusnúður, sko. Það er eitthvað fyllibittur á YouTube, ég fætti að heyra þetta ykkur útgáður. Stop It Go, hendur í eitthvað flott lag og svo kemur þú og segir og svo er það búinn. Ég sem það með þeim. Pump up the goddamn bass. Build your body. Frábært. Heiður Richard, þú lélega söngari sögunar. Örgulega rosalega margir að úti sem að hugsaðu núna tjöllangum á ball. En við ætlum að spila þetta lag hér og eins og Óligeir sagði heitir það Silence og við ætlum að kveðja á þessu í dag. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir að hlaupa í skarðið fyrir Loga. Já, minnsta málið. Og til hamingju með sigurinn í karaoke-keppninni. Takk fyrir, ég mun lifa þessu út ævina. Þú veist að fólk voru að grínast þér hinn inn, Richard. Þú veit alveg áður hann er ekki að kynkja. Þú veist þurrska þetta sólheimaglotta á andlituna þar, sko. Egil heldur að það sé verið að trolla þér ekki. Það var verið að því.
Það bara þannig. Heldur þetta sé svona eins og þetta bara sýnlega hversu góðan húmor hlustendur okkar eru með, sko. Að fatta þetta grín, að ringja og kjósa Richard, sko. Það er bara hendi remix útgjóða þessu. Fáum strákan til að remix þetta. Ólíkir, takk fyrir komuna og já, viltu kynna inn hérna lagið þetta? Þetta er svona nýja lagið mitt, Silence, og remix eftir Body Bangers. Læsilegt, heyrjumst þetta viku. Kæru hlustendur, farið valið helgina.